Nú ætlum við aðeins að skoða nokkur hugtök sem eru punktur, lína, ferill, hálflína og strik. Punktur er hugtak sem að við þekkjum öll, en í raun gætu við stundum teiknað punkt einhvern veginn svona, er það ekki? En í stærðfræði þá er þetta ekki punktur. Þetta eru margir punktar. Þetta er í raun, ef þetta væri nú aðeins betur teiknað hjá mér, gæti þetta mynda kannski hring sem væri búið að fylla inn í. Við táknum punktstundum svona líka í stærðfræði. Þetta er heldur ekki punktur í sinu nákvæmustu skilgreiningu. Punktur er bara einn pínu lítill punktur og í raun miklu minni en þessi sem hefur bara eina staðsetningu. Punktur er þessuna pínluti flókifyrirbæri. Það kannski skiptir ekki öllu máli, heldur hvernig við táknum hann. Við notum síðan stóra bókstafi, A, B eða C eða eitthvað þess áttar til þess að skilgreina eða merkja punktin. Hann heitir A eða B eða X eða eitthvað þess áttar. Lína er, hún getur verið bein. Hún getur líka verið hlykkjótt eða bogin, en lína endar hvergi. Hún er endalaus í báðar áttir. Og við notum litla bókstafi til þess að tákna línur. Getur nota hvaða bókstaf sem er, hann er mjög algengt að nota L, en það má nota hvaða bókstaf í raun sem er. Ferill er næstu því það sama og lína. Það er í raun bara margir punktar í röð sem mynda línu. Þannig að við teiknum marga punkta og tengjum þá svo saman, þá fáum við ferill sem er í grunninn líka lína og er líka endalaus í báðar áttir. Hálflína er, þá erum við með línu, en við setjum eitthvað staðar punkt á hana, getum táknað það svona eða hvernig sem er, og það er, hálflína er þá frá þessum punkti og í aðra hvora áttina, annarkvort hérðan og endalaust hingað eða getur líka verið í hina áttina. Þess að ekki öll línan, heldur bara frá þessum punkti og áfram, og punkturinn er í raun með. Síðan erum við með strik. Strik hefur upphaf og endi. Það er lína sem að endar í tveimur punktum og er ekki endalaus eins og línan.